Hér er verið að búa til nýtt mótsvæði fyrir landsmót hestamanna sem fer fram hérna í júní og júlí á næsta ári. Og hérna fyrir aftan okkur er verið að byggja nýjan kynbótavöll frá grunni og áhorfendabrekku sem að snýrað honum. Hér er komin áhorfendabrekka sem að líka tengist þeim velli. Síðan hérna það sem við stöndum, við erum hérna getum við sagt, áhorfendabrekkunni sem snýr síðan að stóra hringvellinum, keppnisvellinum. Þannig að það sem er svona fyrst og fremst verið að gera núna er verið að byggja upp áhorfendastæði eða svæði og nýja velli. Og síðan hérna er verið að byggja líka veg í kringum það sem verða tjaldsvæði. Þannig að það gengur mikið á. Já, ég sé það. En það gengur hægt og örugglega eða gengur þetta hratt? Þetta gengur hratt en þetta byrjaði of seint, getum við sagt, miðað við þær áætlanir sem við vorum með. Það fórum við seinna á stað en við ætluðum og hefðum viljað. En síðan við fórum á stað hefur þetta gengið gríðarlega vel og haustið, getum við sagt, eða svona síðsumarið verið okkur hagstætt líka. Þannig að þetta lítur mjög vel út og verður allt saman klárt þegar við blásundur leggst 27. júní. Já, það er spennandi tímar framundan hjá þér en sennilega myndur nú ekki sofa alltaf 10-12 tíma á nóttinni eða hvað? Nei, ég get bara sofið þegar ég er gamall sko. Nei, ég er engar á að gera því. Það er mikið spennandi verkefni framundan en við erum líka að leggja áherslu á það núna. Við erum farin á stað með flesta þætti skipulagsins núna. Við erum ekki að bíða eftir því bara að snjóa leysi í vor og fara að skipuleggja þetta þá. Þannig að bara núna erum við hér til dæmis að funda fulltrúa frá hestamannafélaginu hér og sveitafélaginu og það er allir á fullu að undirbúa hér og víða annar staðar á landinu. Það er að segja að undirbúa viðburðinn sjálfan. Þannig að það eru bæði verklegar framkvæmdir á fullu og síðan erum við byrjað að skipuleggja fyrir næsta sumar. Förum aðeins einmitt í það, bara viðburðinn sjálfan. Það er mjög margt sem að þarf að huga, það er mörg að huga. Hvernig mun þetta líta út? Hvað verður þetta langt? Hverjir koma? Byrjum. Já, við byrjum rauninni á mánudegi og þá þetta náttúrulega svona meira kannski undanrásir og kynbótadómar hér fram eftir vikunni. Og við getum sagt svo svona kannski að 50 degi svolítið svona skipt skipt og 5., 1. og laugardagur verður þetta væntanlega fjölmennara og svona meira að vera hér á stóra vellinum í úrslitum og svona þéttari dagskrá í sambandi við hestana. Hverjir koma, sagan segir að þetta er nú blandaður hópur. Þetta eru gríðarlega margir sem hafa áhuga á íslenska hestinum, bæði hérlendis og erlendis, þannig að þetta er svolítið blanda af svona þeim sem eru hestafólk, Íslendingar og erlendis frá. Fólk hérna og nágrenninu og annar staðar sem vil bara koma á skemmtilegt mannamót og viðburð. Og svo hefur það verið að færast í aukana erlendir ferðamenn bara svona droppa inn á mótið líka. Sjá einhvern skemmtilegan og áhugaverðan viðburð. Þannig að þetta er mjög fjölbreyttur hópur og verður bara gaman að sjá hvernig það raðast saman allt saman. Hvað ætlar að koma þeim fyrir? Það er gríðarlegt pláss hér undir tjaldsvæði, þannig að mjög margir munu gista í tjöldum og fellihýsum og hjólhýsum og því öllu saman. Það verður boðið upp á ýmsa möguleika tengda því, fólk getur leigt sér tilbúið líka tjald og hjólhýsi, fellihýsi þess vegna eða vilt gista í svoleiðis. Það eru þetta gisting hér líka undir þakki og það er svona verið að vinna í því núna. Það er að bókast upp svo gisting sem er í boði hérna í Skagafirði og nágrenni. Þannig að það verður allt húsrúm vel nýtt og mikið af tjaldbúum hérna líka. Finnur þið fyrir spennu hjá heimafólki sem eru að undirbúa þetta? Já, ég finn fyrir mikilli spennu hjá heimafólki. Bæði náttúrulega þeim sem eru svona í hestageiranum og líka mörgum sem finnst gaman að svona taka utan um þetta verkefni að búa til þetta frá grunni hérna á Hólum. Og margir sem eru mjög jákvæðir fyrir því að tengja þetta við skólann, tengja þetta við svona þessa miklu uppbyggingu sem hefur átt sér stað hérna á Hólum áður. Þannig að ég finn ekkert nema gleði og hún er ekkert bundin við Skagafjörð. Það hestafólk all land er farið að spá í landsmót. Og talandi mannvirkin, þau munu standa hér og hægt að nýta þau mikið þegar landsmóti lýkur? Já, það segir þeir sem halda utan um hestadeildina hérna á Hólum. Þetta verður mikið lyftistöng fyrir skólann að fá þessi mannvirki til þess að halda utan um og bæta við svona það starf sem hefur verið hérna. Inni aðstæðan er náttúrulega orðin frábær hérna og hefur byggst upp á síðustu árum en það hefur vantað þessa úti aðstöðu. Þannig að ég held að það sé bara fínt að slá tvær flugur í sama höggi og búa til aðstöðu fyrir skólann í leiðinni.